Herðu, það hérna í dag kom, eitthvað svona verið að kíkja ofan í pokann í öllum þessum nefndum innan Svandísar sem á að endurskoða kvótakerfið, eða kannski ekkert endurskoða, heldur bara að búa til sátt um það er svolítið verið að tala um það. Og til þess að svona glögg og gráði þá er ekki Svandís hérna til þess að svara því hvað er í pokanum hjá henni, heldur er hann Sigurjón Þórðarson, fyrrverandi þingmaður sem er staddur á Sauðárkróki. Ertu ekki þarna, Sigurjón, blessaður? Hvað er í þessum poka? Það sem er í pokanum, það er nú ýmislegt, en það er ekki neitt í honum sem er í ætt við stefnu Vinstri grænna. Það er Vinstri grænir lögðu hér áherslu á fyrir margar kosningar að efla strandveiðar, efla byggðatengingar. Í tillögum Svandísar nú má einfaldlega finna þá tillögu þar ofarlega á blaði að það eigi að strika strandveiðar út, byggðatengingar út og það er meira að segja eitt talsverður bleki í þessu tillögum í að sverta einfaldlega strandveiðar og dagrárabáta. Og það er ýmislegt sem það kemur fram sem er ekkert í samræmi við raunveruleikann því að ef menn fara og með afla af dagrárabáti á opinn fiskmarkað og síðan afla af trollbátum, það er bottrolli, þá er alveg ljóst að strandveiðiaflinn, hann selst hærra verði heldur nokkuð tímann það sem kemur upp úr togarunum. Þannig að þetta er bara svona eins og við segir ómerkilegur áróður sem er þarna að finna í skýrslunni sem er svo stundum klæddur í einhver búning jafnvel svona kynjajafnréttis og vera að misnota þá umræðu alla sem snýra að jafnrétti kynja og kynhneigð fólks og þá umræðu alla. Það er verið að blanda því inn í eitt mesta óréttlætismál sögunar. Já, eins og þetta bæta óréttlæti kvótakerfisins með því að auka jafnrétti eftir kynhneigð inn í fiskvinnslunni. Það var til dæmis ein tillaga þarna inn í öllu þessu það sem í rauninni verið að viðhalda ástandi sem ég vil segja að engin þjóð í Vestur-Evrópu sætti sig við. Það er verið að selja helstu útflutningsafurðir þjóðarinnar í gegnum skattaskjólsfélögum og Kýpur og hérna og þar. Og meira að segja Namibíumenn, þeir sætta sig ekki við þetta. En hér er ekki tekið á þessu máli, heldur eru bara ýmsar missagnir og ein tillagan til dæmis þannig að það eigi að fara hleypast að verkefni það sem að 30% áhafnar sé annaðhvort kván eða hvað þetta heitir og konur. Það er bara auka atriði, það er bara fínt að fá duglegt fólk á þessu skip og allt það er en fyrst og síðast þá hlýtur sér umræðan sjávarútvegsmála að snúast réttlæti og hvernig arður þjóðarinnar er að þessari grein og að það skapist þá bæði réttlæti og skynsem nýting á auðlindinni. Það er ekkert að finna í þessu tillögum. Morgunblaðið gefið út af útgerðinni, það kom með fyrirsögn í dag, vilja viðhalda kvótakerfinu, segir Morgunblaðið. Er það rétt mat? Það kemur fram í skýrslunni að það er vilji þess starfshóp sem að hún valdi til þess að koma með tillögur. En það er ekkert eins og undirstrikið það. Það er ekkert í þessum tillögum sem er nálægt þeim tillögum sem er að finna í stefnu Vinstri grænna og ekki heldur í þeim tillögu eða þingmáli sem að þingflokkurinn flutti núna fyrir örfáum vikum síðan. Það var að auka hlutdeild þess að þeir kalla félagslega hlutann í 8,3% í rúm 5%, úr rúmi 5% í 8,3%. Þannig að Svandís er að leika þarna algjöran einleik og ég myndi segja að ef að Katrín ætlar að hafa einhvern stjórn á þessu flokki þá hlýtur að það skoða hvort að hún verður ekki einfaldlega sett af. Því að hún er ekkert að framfylgja stefnu Vinstri grænna þannig. En það er varla markmiði, það er búin til 4 nefndir með miklum fjölda fólks, nokkra tugir manna sem að koma þarna og vinna að þessu og þannig að þetta er ekki flokksfundur VG sem er að vinna þetta, út úr þessu kemur eitthvað. Það uppdæmið svona, hún er náttúrulega að fara þvert á stefnu Vinstri grænna
og á stefnu einnig þingflokksins eins og það birtist í þingmálinu og eitthvað hlýtur þetta fólk í þingflokknum að meina þegar að setja fram svona þingmál og Svandís virðist bara ekkert gera með það, ekki neitt. En það sem kannski sárast í þessu að maður horfir á að þarna miklu púðri verið að eyða í það að sverta það litla jafnræði sem í greininni. Það jafnvel verið einhverja missagnir gæðamál í strandveiðibáta sem að standast ekki inn að skoðun þegar mann fara yfir markaðsmálin. Og það að við séum hér, þjóð sem að telur sig stundum vera upplýst og vel menntuð, að selja hér helstu útflutningsafurðir þjóðarinnar í gegnum skattaskjól og þessir auðjöfrar sem að reka þessi örfáu fyrirtæki eru að nota sína aðstöðu til að nánast að kaupa upp atvinnulífið á Íslandi. Það ekkert minnst á þetta í skýrslunni eða í þessari afrakstri nefndar. Og eins og þú sagðir, hún velur þarna fólkin sem að annarkvort hefur starfað í útgerðinni þarna fyrir forstjóri Granda eða þá fólk sem hefur verið handgengið þessu fólki. Þannig að það var alveg ljóst frá upphafi hvaða afurð myndi koma. En hún ekkert eitthvað sem að kjósendur vinstri grænna geta nokkuð tíma svona samsamað sig við get ég trúa. Ég ætla hann að sé það ekki. Það hafa komið fram skoðanakannanir meðal almennings þar sem að held ég að sé 13% sem að segjast þriðja kvótakerfið mikið eða einhverju leyti og langstærsti hluti þeirra sem að ekki í þeim hópi eru andsnúnir kvótakerfinu. Myndirðu telja að fólkið í nefndinni innan Svandísar væri fyrst og fremst úr þessum 13% hópi sem að telur kvótakerfið eru gott og vill viðhalda því? Fóru yfir þetta einhvern veginn og þá voru hlutföllin akkúrat öfugt. Það mátti telja að svona ef maður taldi þá með sem að voru svona í álitshópnum það var þarna Arnar Atlason, Artúr Bogason en ef að þeir voru allir teknir frá þá var þetta mjög einsleitur hópur þeirra sem voru fylgjandi og það sem manni kannski finnst svona furðulegast í þessu það að það ekki einu sinni tæft á þessum málu sem hafa verið upp á borðinu síðustu 2-3 árin. Við vitum það eftir afhjúpun Samherja málsins umræðin í verbúðinni fyrir ári síðan eða hvenær það var að öll þessi mál að þá bara haldið áfram að tróða þessum viðbjóði ofan í koki á þjóðinni. Ég á bágt með að trúa því að almenni félagsmenn í þessum flokki sætti sig við þetta. Og það verður fróðlegt að heyra í þingmönnum svona eins og Bjarna Jónssyni hvað hann segir þessar tillögur sem hefur verið að flytja hér tillögur að auka þá félagslega þáttinn og síðan þá missagnirnar þennan og áróðun sem að finna þarna inn í þessari skýrslu. Þetta svo ómerkilegt og stenst enga skoðun. Það að vísu viðurkennt í skýrslunni það sem hefur verið bent á að við erum ekki nein vörumerki og það vegna þess að menn hafi verið svo uppteknir að selja í gegnum sín skattaskjól og sín sölufélög að þeir raunveruleg markaðssetning þar sem að menn að búa til sérstöðu markaði með vörumerki og gæðum það hefur alveg farið framhjá þannig að þjóðin að tapa gríðarlegum verðmætum að þessu. Það fylgir oft spillingu að það meiri hagur hins spillta að svíkja undan skatti eða stinga einhvern undan, hann getur náð meiri hagnaði til sín með þeim hætti heldur en að byggja vörumerki og byggja upp hærra verð. Það bara þjóðhagslegi kostnaðurinn af spillingarkerfi. Já. Við horfum núna á það að Samherji að greiða hér álögur vegna þess að hann hefur farið á svig við lög og það jafnvel bara birt í sömu fjölmiðlum eins og að hann hafi sannast sakleysans í þessum greiðslum öllum, mörg 100 milljóna greiðslum og svo kemur sjávarútvegsráðherra í rauninni á fund með forstjóra Samherja og heldur erindi síðastliðið haust það sem að hann í rauninni hálfgert svona ráðherrann hálfgert svona fundarskraut hjá forstjóra Samherja
sem hefur verið varpað út úr sko norska bankakerfinu og fyrirtæki eru undir fjölþjóðlegur rannsókn vegna alþjóðlegra misfella. Þetta þetta svona mjög alvarlegt og svo kemur vinnan í framhaldinni úr þessum hópi og staðið þess að menn væru að taka nokkur hænuskref í áttina í að laga hlutina, til dæmis með því að skylda að afli fari á frjálsan markað að einhverjum leyti, þá bara að fara miklu með frekar í hina áttina sko og réttlæta vitleysuna sko. Herðu, Sigurjón, takk fyrir að koma að Rauða borðinu. Við sjáum til hvað kemur út úr þessari nefnd. Hún á að skila svona lokatillögum einhvern tímann í sumar. Svandís talaði að þetta yrði að frumvarpi á vorþingi 2024. Sjáum til hvað það gerist. Við skulum athuga hvort að VG-liðar séu sáttir við þetta og fá þá til þess að ræða sjávarútvegsmál. Fá þá við Rauða borðið að ræða sjávarútvegsmál. Sjáum til. Takk kærlega fyrir Sigurjón og nú höldum við